með börnin, hefur verið mjög svona, hafa þau verið að fikta eitthvað og hvernig hefur, af því ég veit með sjálf mig að þetta hræði mér rosalega með börnin. Ég ætla ekki að tjá mig það. Nei. En ég myndi aldrei stíga þar inn. Ég hef sagt þau öll, þau eru börnin mín. Og það er alkoholismi í ættinni. Já. Hrafnhildur er hetero og þetta er alveg engin launung, þetta er bara upp á borðum. Já. Ef þið byrjið að dópa eða drekka, þá eru bara næstu því 50% líkur á því að þið verðið alkar. Já. Nú hafið þið þessa vitneskju. Já. Gjörðu svo vel. Já. Þið byrja ábyrgð á okkur. Þegar að og ef þið lendið í vandræðum, þá vitið þið hvað þið þurfið að gera. Já. Þið getið talað við mömmu og pappa og leita hjálpar. En það þýðir ekkert að segja stay away. Nei. Ekki koma nálægt þessu. Það er bara, þau verða, það skiptir engu máli hvað þú segir. Nei. Börn og úlingar og ungt fólk fer sína leið. Já. Þau bara gera það sem þau gera. Já. Aðalmáli er að þau hafi þessa vitneskju, þetta er fjölskyldusjúkdómur og að foreldrar þeirra hafi farið í gegnum þetta og það er hægt að lifa stórkostlegu lífi að vera hetero og og þar með er máli dautt. Já. Og síðan ef börnin þín fara að nota að þá þýðir ekki að öskra eða æpa, það er bara að setjast niður og ræða. Og ef þau lendi í vandræðum, þá eru til lausnir við því. Já. Þannig að þetta er já, auðvitað, þetta hefur alveg áhrif, auðvitað hugsa maður og guð hvað ég vona að barnið mitt þurfi ekki að fara í gegnum það sem ég fór í gegnum, skilurðu mig, með öllu sem því fylgir. Já. Þannig að, og já, uppkomin börn og allt það, en ég get sagt Greta mín, hún drakk í einhvern tíma og fann það út bara sjálf. Þetta væri ekki, hún hringdi bara í mig, sagði pabbi, ég held ég sé alkoholisti og ég bara hætt. Hún bara hætti bara 17 ára eða eitthvað. Já, ok. Og hefur ekkert komið nálægt þessu síðan. Vá, það er magnað. Já. Geggjað.